Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Við ætlum að skoða í dag hvers konar orkusamband í þyngdarsviði og reiknum í því skyni það sem við köllum lausnarhraða og það sá hraði sem að hlutir á yfirborði hnattar þarf að hafa til að geta sloppið út úr þyngdarsviðinu. Og við rifjum upp að aðdráttarkrafturinn F sama sem mínus G M sinnum M deilt með R í öðru. Í þessari jöfnu síðan búið að bæta við að einingarvigur í stefnu í burt frá stóra massanum gefur stefnuna í kraftinum að viðbættu þessu mínus, þannig að aðdráttarkrafturinn á milli tveggja massa sem sagt í gagnstæða stefnu við þennan R einingavigur. Þá skulum við skoða hérna vinnuna. Að því að vinna þegar krafturinn breytilegur, þá erum við með að vinna sama sem heildið af krafti og vegalengd. Það þýðir að þessi hérna jafna vinnu í þyngdarsviði þá þyngdarkrafturinn mínus G M deilt með R í öðru heildaður með tillit til vegalengdarinnar. Við skulum taka hérna alla fastana út fyrir, það G M og svo heildum við það sem eftir Þá eftir hérna 1 deilt með R í öðru, dr. Þetta auðveldast að heilda sem R í mínus öðru. Þannig að við fáum hérna R í mínus öðru, dr. Og við þurfum að muna heildunarregluna að þegar við heildum x í endaveldi, þá hækkum við veldisvísin 1, fáum x í veldinu n plus 1 og svo deilum við með nýja veldisinum n plus 1. Bætist hérna við heildunarfasti sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af í okkar tilfelli. Það þýðir að þegar við erum komin hingað, þá fáum við að vinnan miðað við mörkin frá R1 og upp í R2 mínus G stóra M litla m og R í mínus öðru heildað mínus R mínus fyrsta, svo að það kemur hérna mínus 1 deilt með R og mörkin frá R1 og upp í R2. Það svo sem hægt að halda áfram með þetta og segja hér að þetta við látum mínusna bara styttast út, að þá fáum við að vinna þyngdarkraftsins G stóra M litla m út fyrir sviga og inn í svigan efri mörkin og neðri mörkin. Látum þetta standa svona. Við erum komin með þetta hér að vinnan GMM og svígin, en vegna þess að stöðuorkan skilgreind sem neikvæða vinnan, þá fáum við hérna einn aukan mínus fyrir stöðuorkubreytinguna. En almenna reglan fyrir stöðuorkuna auðvitað eins og fyrir vinnu þyngdarkraftsins GMM deilt með R, nema stöðuorkan hún fær þennan auka mínus hérna. Þess vegna stöðuorkan alltaf neikvæð meðan að hluturinn í þyngdarsviði hnattarins, en verður ekki 0 fyrr en að hluturinn er komin óendanlega langt í burtu og þá getum við sagt að hann komin út í frelsið. Þá skulum við skoða þær aðstæður að við skjótum hlut frá yfirborði jarðar og út í óendanleikann og þá gefum við honum hraða sem kallast Waff escape, og þetta úr enskunni hérna
escape sem svona lausnarhraði. Og við sækjum okkur hérna jöfnuna. Orka á yfirborði hnattarins þarf að vera jafn mikil eins og sú orka sem er raunverulega. Hér þurfum við að vinna upp þennan stöðu orku mínus. Við einangrum en tvisturinn hér undir striki vinstra megin er upp á striki hægra megin og massinn fer hér undir striki. Þetta er þá ekkert annað heldur en kvadratrótin af 2g stóra M deilt með stóra R. Til orkuna 75 kg maður hefur á yfirborði jarðar og við söfnum vopnum okkar og 5 og við deilum upp í þetta með radíus jarðar sem er 6370 kilometrar og þegar þetta er komið saman 4,69 sinnum 10 í 9. joule og þetta er engin smátala, þetta er það bil mínus 4,7 gigasjoule. Þetta er svo orka sem þarf að gefa manninum á yfirborði jarðar til þess og næst ætlum við að reikna lausnarhraðan frá yfirborði jarðar og þá bara tökum við formúluna frá því áðan. Lausnarhraðinn er sama sem og það þýðir að við setjum hérna inn sömu tölur og áðan. Þetta er jafnt og kvadratrótin af tvisasinnum 6,67 sinnum 10 mínus 11 og sinnum massi jarðar 5,97 sinnum 10 í 24 og við deilum upp í þetta með radíus jarðar 6370 kilometrum og þetta er ég búinn að reikna út að sé 11.181 metri á sekundu eða 11,2 kílómetrar á sekundu. Nú kanntu nógu mikið til þess að æfa þig á þessum dæmum hér. Helmingurinn af þeim kemur í örprófi 3 samkvæmt áætlun. Gangi þér